innanverðu Snæfellsnesi er ein af þekktari laxveiðiám landsins Haffjarðará. Hún á upptök sín í Oddastaðavatni og fellur Eldborgarhraun út í Haffjörð. Stórbrotið hraunið, Eldborgin og tignarlegu fjallarhringurinn með Snæfellsjökul í hásæti mynda magnaða umgjörð þessa fallegu laxveiðiá sem á sér svo merkilega sögu. Í byrjun aldarinnar keypti einn umsvifamesti athafnamaður landsins, Thor Jensen, fyrstu jörðina við Haffjarðará og á næstu árum eignaðist hann allan veiðirétt við ána. Þegar Thor Jensen kom að ánni var hún mjög illa farin vegna ofveiði. Thor friðaði ána næstu 10 árin og stofninn náði sér á strik. Við ætlum á milli þess sem við kostum flugu fyrir lax í Haffjarðará að skoða þann kafla í stangaveiðisögu landsins sem tengir samneyti okkar við árnar og lífríki þeirra. Þar sem við erum ekki vísindamenn heldur áhugamenn stangaveiði og almenna umhverfisvernd er einungis að ræða vangaveltur fremur en staðreyndir byggðar á vísindalegum gögnum. Það er vel viðeigandi að skoða þessi mál röltandi bakka Haffjarðarár þar sem verndun villta Atlantshafslaxins á sér langa en umfram allt farsæla sögu. Árið 1920 reisti Thor Jensen veiðihús það sem alla götur síðan hefur hýst þá fjölmörgu veiðimenn sem sótt hafa Haffjarðará heim. Árinu seinna byggði hann annað hús fyrir fjölskylduna við Kvörnina, einn þekktasta veiðistað árinnar. Haffjarðará hefur þá sérstöðu með laxveiðiá á Íslandi að lítill sem engin ræktun hefur átt sér stað í henni. Má með sanni segja áin sé skólabókardæmi það hve fullfær náttúran er að sjá sig sjálf, fá hún til þess frið. Stofninn í ánni er sterkur og sveiflur tiltölulega litlar. Haffjarðarálaxinn er fremur smávaxinn en með eindæmum öflugur og fallegur eins og við fengum að kynnast í veiðiferð sem farið var miðjan júlí. Við hófum ferð okkar með því að kíkja eftir fiski í neðri hluta árinnar. Okkur hafði verið sagt við komin í veiðihúsið að lax sæjist alla á, sem kom ekki á óvart, komin miður júlí og þar að auki stórstreymt. Veiðifélagi okkar og leiðsögumaður er Jón Þórðarsson kaupmaður, kappsamur og eldhress veiðimaður sem gjörþekkir ána. Það er Jón sem á fyrsta leikinn og spilar örugt með sökkanda og rauðum Frances. Þessi nýgengni sprellfjöri í smálax verður seint talinn 2 manna tak, en það er alltaf betra að fara varlega þegar vaðið er í straumi. Við breytum færin á nokkrum velvöldum stöðum en það er greinlegt á öllu að laxinn er á hraðferð upp ána. Jón segir okkur af heimaheilnum sem er frísvæði rétt hjá veiðihúsinu. Þar stoppi göngufiskur gjarnan og við ákveðum að skoða hann leið og við komum við í veiðihúsinu og tökum hvíldartíma.
Heimahylurinn rennur í fallegri hægrinandi beygju spölkorn frá veiðihúsinu. Sagan segir að Thor Jensen og gestir hans hafa á góðum morgnum staðið á náttsloppum og inniskóm og kasta fyrir fisk í heimahylnum. Leiðsögumaðurinn hafði rétt fyrir sér eins og við var að búast. Það krökkt af fiski í strengnum og lax á í fyrsta kasti. En viðureignin snörp og veiðimaðurinn játar sig sigraðan. Ekki grunaði okkur eitt andartak að þetta væri forsmekkurinn að því sem koma skyldi. Nú hefst kapítuli í veiðiferðinni sem gæti heitið Sett í og mist. Í þessum fallega streng setjum við í hvern fiskinn á fætur öðrum og missum jafnóðum. Sumir fluguveiðimenn telja tökuna hápunkt veiðana, en sá sem hér veiðir greinilega ekki í þeim hópi. Flest alla laxveiðiár landsins sem eitthvað kveður að hafa notið þeirra vafasömu forréttinda á liðnum áratugum að njóta forsjár mannsins við viðhald og uppgang laxastofna. Stofnar sem hafa frá aldaöðli gengið í árnar til að auka kyn sitt og hafa í gegnum árþúsundin þróað með sér einstæða hæfileika til að komast af. Umfangsmiklar seiðasleppingar sem stundaðar hafa verið áratugaskeið virðast litlum sem engum árangri hafa skilað. Þrátt fyrir þessa vitneskju halda menn áfram að sleppa seiðum. Það sem einkenndi framan af þessa ræktunartilburði var að engu skipti hvaðan seiðin komu og í verstu tilfellunum slepptu menn eldisfiski í árnar. Nýleg lög sem banna flutning framandi stofna á milli vatnasvæða ætti að koma í veg fyrir þessa ósvinnu í framtíðinni og það vel. Ástandinu sem skapaðist fyrir nokkrum árum þegar eldisfiskur slapp í 100.000 tali úr kvíum sem voru á víð og dreif við strendur landsins má helst líkja við rússneska rúllettu. Í Laxá í Kjós og Elliðaánum léku þessi nýbúar lausum hala og áttu til dæmis eitt þátt í sögufrægum aflatoppi í Kjósinni. Í dag það viðurkennd staðreynd að hættan af sambýli náttúrulegra stofna við fisk af eldisuppruna sú að erfðir náttúrulegu stofnanna breytast með ófyrirsjáanlegum afleiðingum. Nú komið á okkur að veiða margrómaða kvörnina. Við hugsum okkur sannarlega gott til glóðarinnar því kvörnin sögð pökkuð af fiski. Reynda gæti veðri verið hagstæðara því að það glampandi sól og hiti. Vanur veiðimaður laumaði því að okkur morguninn að kvörnin væri einstaklega erfið viðureignar við þessar aðstæður. Kvörnin hreint ótrúlega fallegu veiðistaður. Hér stoppar laxinn á göngu sinni upp ána og getur legið niður allan strenginn, frá Hvíthrissinu og niður á Brot. Sjaldan eða aldrei hefur sá sem hér veiðir átt skemmtilegri stund í laxveiðá. Hér veitt með flotlínu og mikroflottúpum sem hreinlega setja allt í háa loft.
Við rífum okkur upp fyrir allar aldir og komumst að því að sá kappsami veiðimaður Jón Þórðarson er fyrir löngu kominn á fætur og farinn að hita upp fyrir daginn. Þetta rauðu Fransis. Ríka ekki bara. Ekki er hann stór, já, hann er lúsaður. Það er lokadagur hjá okkur í Haffjarðará og stefnan er sett á efsta svæði árinnar. Ennþá er glampandi sól og hiti, en þó er eins og hann sé að snúa sér og draga upp. Geta að kenna gætunar, verður þetta að býta? Heiðarendinn er þekktur veiðistaður sem sagt er að alltaf geymi fisk. Það er því ekki úr vegi að sannprófa þá staðhæfingu með því að líta stund undir yfirborðið. Ef við ekki að taka aðeins að sjá hvað hérna veðrið gerir, nú er að draga fyrir sólu líka sko. Það er ómögulegt að segja hvað fer í gangi hérna, þetta kannski gefur svona kvartir 20 metri viðbót. Er það ekki? Já. Þetta eru nú meiri kvikindi en þessar mikrótófur. Mann finnst alltaf svolítið merkilegt að fiskurinn bara skuli sjá þessi kvikindi. Byrja aðeins svo var. Hver svo sem ástæðan er, þá verðum við ekki varið við líf fyrsta klukkutíman í heiðarendanum. Keppniskarlinn Jón Þórðarson vill halda áfram upp með ánni, en þrjóskan tekur völdin hjá veiðifélaganum sem neitar að yfirgefa þennan fullkomna flugustreng.
Já, míkrótúpan er sannarlega skætt vopn þrátt fyrir smæðina. Og eitt af skemmtilegasta við notkun hennar er hversu einkennilega sá silfraði haga sér þegar henni er beitt. Já, já. Þokkalega eftir fiskur, maður. Góður fiskur, maður. Í bund. Hér maður heldur betur löndum á plani, maður. Þú grepp maður ekki? Nei. Já, við erum búin þetta eitthvað. Það er fallið maður. Rúsinn nýfarinn á honum, það er ennþá roð eftir hana. Já. Hvað? Nú hefur veiðiguðinn snúist á sveif með okkur og leiðsögumadurinn er kominn í gang. Eins og hendi sé veifað verður allt sjóðvitlaust í strengnum. Rók hann ekki við steininn? Það þarf ekkert að taka þessu. Og einn í viðbót. Það er bara að dansa þarna. Flottur sérðu hérna. Hei! Herðu, við mikið hella tíma. Þannig ég er ekki viss að þessi verði lagður á grassið. Já. Jón, ég held að ég bara... Ekki bara ekki hægt að hugsa sér betri morgun. Það er ekki. Hæ? Ég hef búinn að taka þannig á land, þá er það... Þetta er líka stóra heima.
Þýska skáldið og hugsuðurinn Goethe skrifaði eitt sinn. Náttúran skilur ekki glettni, hún er ætíð sönn, alvarleg, óvægin og réttlát. Ávirðingar og annmarkar eru mannlegir eiginleikar. Hún fyrirlítur þann sem ekki kann að meta hana og lætur sér andum hina hæfileikaríku, hreinlindu og sönnu. Með þeim deilir hún leyndarmálum sínum. Við skulum huglega þessi orð skáldsins leið og við kveðjum Hafnarfjarðará. Áin er einstök í víðasta skilningi þess orðs og samskipti veiðiréttareiganda við móður náttúru á þessum fallega stað eru svo sannarlega til eftirbreytni. Það sama verður ekki sagt umgengni margra annara sem eiga hagsmuna gæta í þessum efnum. Allt of margir hafa látið hagnaðarvonina stýra gjörðum sínum og leið mist sjónar á því hvað náttúrunni er fyrir bestu. Víða heim má sjá afleiðingar slíkra skammtíma sjónarmiða í fisklausum súrefnisnauðum vötnum og ám og erfðabreyttum helsjúkum fiskistofnum. Það er ekki raunsæ hugsun að halda að slíkt geti ekki gerst hér á landi. Ef við höldum ekki vöku okkar þegar náttúran er annars vegar, þarf ekki að spyrja að leikslokum.